Miðflokknum. Af hverju telurðu að íslenski fáninn eigi frekar að vera heldur en regnbogafáninn fyrir utan stofnanir og skóla í Kópavogi? Þú ert nú ekki að fara með rétt mál. Ég tel að svo ekki að vera. Þetta var gildra, mátti reyna þetta. En ég segi sko, ok, miðflokkurinn má bara hafa sína skoðanir á þessu. Og hérna, ef að það er eitthvað issue fyrir hann að hvort það sé regnbogafáni fyrir utan Salaskóla eða Kársnesskóla í Kópavogi, þá er það bara þannig. Þeir menn hafa og hérna, hann Einar, hann er bara fullan rétt á þessu skoðun. Ég er hins vegar bara allt annars staðar. Þú veist, maður er búin að sjá það margt bara á sínum karriera. Þetta er ekki eitt af stórum málum í mínu huga. Mér finnst svolítið sérstakt að árið 2026 síðan við ennþá einhvern veginn að þurfa að nálgast málefnis og samkynni með þessum hætti. Mér finnst þetta bara, ég man þá tíð þegar samkynni var nánast tabú í samfélaginu, mátt ekki ræða hana. Og ég bara, það er miklu betra alveg sama hvaða skoðinu þú hefur á því að flagga fánum fyrir utan grunnskóla. Það er miklu betra að hafa þetta bara upp á yfirborðinu og ef ekki nota frasanum að fagna fjölbreytileikanum. Er það ekki ágætis svona nálgun þó að sé búið að nota hann svolítið mikið? En mér finnst þetta vissulega að þurfa að vera ákveðið regluverk flöggun og fána í opinberum byggingum og við eigum öll þessar byggingar saman og þá hefum við bara að finna okkur gott næð og setjast niður og ákveða hvernig þetta að vera á þess að felast í því eitthvað diss við samkynni eða regnbogafánan. En er eitthvað sem að sameinar okkur meira heldur en íslenski fáninn? Út af því að ég tel til dæmis að þessi svona, hvað ég að segja, það hvernig baráttan hefur verið háð á undanförnum árum hefur ekki komið og valdið því að umburðarlyndi aukist. Ég tel þvert á móti að þegar við erum að tala þessar hluti að þá er einmitt, þessi svona, hvað ég að segja, ákveðna sturlun sem á sér stað einmitt út af því að þú talar þannig Einar á rétt á þessari skoðun og þeir hafa bara hana ef að þeir telja það vera rétt og svo framvegis en ég meina þegar Snorri Másson fer upp í pontu og talar það og honum þykir óeðlilegt að regnbogafáninn blaki fyrir framan stofnanir og skóla í stað íslenska fánans að þá fer allt á hliðina. Það er ekki merki þess að það sé ákveðið umburðarlyndi innbyggt inn í það að þessi fánar séu dregnir að húni. Þannig að ég veldi fyrir mér, er þetta ekki ákveðin svona eðlilegar hugleiðingar miðflokksins það sem að svona birtist örugglega hvað best í því óumburðarlyndi sem að hellist yfir okkur þegar að Snorri Másson eða Einar koma með svona hugleiðingar? Ég er bara sammálaður hvað þessa nálgun varðar. Ég meina, ég er ekki að dæma þessa menn. Langt í frá og mér finnst dómharka svona góðafólksins í samfélaginu ansi mikil í garð miðflokksins á köflum. Hann hefur stundum komið sér sjálfur í vandræði með málflutningi, ég skal alveg viðurkenna það, en í grunninn snýst þetta skoðanafrelsi og ég virði bara skoðanir þessar manna. Þetta er ekki mínum hefur ekki hættulegi menn. Þetta er ekki menn sem að hafa fram með ykkur brot eða gengi út fyrir ykkur mörk, þeir bara lýsa sinni skoðun. Og maður skilur, og við getum auðvitað lengtina þátt með að fara út í bara alþjóðlega þróun hvað var þessi mál. Maður skilur alveg hvaðan þeir eru að koma, þessi einstaklingar. Og maður skilur alveg að það reyni á svona samfélag, lítið eigu samfélag norður í Ballarhafi þegar straumur af erlendum gestum tekur sér búsetu í landinu á örfáum árum. Ég meina að maður skilur alveg að það reyni á innviðinu og það reyni á bara skoðanir og skoðanaskipti. Gárra væri það. Þannig að ég vil hins vegar nálgast þetta miklu meira bara í samtali við svona menn eins og Einar og Snorra heldur en að vera fordæma fyrir það að vilja ekki hafa regnbogalitina fyrir þetta grunnskóla í Kópavogi en með mannvirki.